Árið 2004, 28. ágúst, þá brenndist dóttir mín, 15 mánaða gömul í vaski í mjög heitu vatni og sem sagt fekk þriðastigsbruna á 50% líkamanum. Og við vorum flutt erlendis með hana í margar aðgerðir og hún var lengi í lífshættu. Svo fórum við aftur heim til Íslands af því það var ekki búið að klára hana alveg, að transplanta hana alveg. Og hún var semst á Íslandi í einhverja mánuði eða semst einhverja hana á spítalanum. Og ég kynntist Þurí, mér var bent á hana af konum og hún semst kemur með krem til mín. Og það var náttúrulega búið að banna mér samkvæmt læknum á hana að nota ekki neitt nema það sem þeir álögu. En það var ekki virkað þannig að ég pröfaði kremin hennar. Og það voru nokkra hjúkrunarkonur sem voru búin að þekkja þessi krem líka þannig að það voru hrifnar af þeim. Þannig að við bara stálumst að nota þau. Og það virkaði. Transplantið festist á henni sem var ekki búið að geta fest áður. Það var sagt að hún myndi ekki geta gengið í 2 ár að minnsta kosti. En ég vil meina það hvað gekk eftir fyrir jól og græna kremi hefur svo mikið með leiðlega að gera. Þetta krem fer beint inn í húðina. Þetta er feitt. Börn sem eru með þriðastigsbruna eru ekki með fitu eins og við. Þannig að þetta svona kemur svolítið í staðinn og það er ekki í þessu lanolín sem er eins og vaselín sem að mynda bara filmu. Þannig að þetta fer inn fyrir, þetta er lífrænt. Þetta er samþykkt á spítalanum hérna á Íslandi sem er frábært. Og það segir mann alltaf líka svolítið margt því að það er mikið pælt í því hvað er verið að láta fólk fá. Það þarf að vera í lagi. Hún átti náttúrulega að vera bæði á morfínlyfjum og alls konar verkjastillandi lyfjum. Og ég persónulega bara mjög mikið á móti því þannig að ég var mjög ánægð að græna kremi skildi róa hana bara og hún þyrfti ekki að nota hana en lyf. Þannig að það er verið að leggja miklu meiri í þetta krem heldur en bara jurtir. Það er líka jóga og orka sett í kremin. Og hún lifir mjög eðlilegu lífi, gerir allt eins og aðrir. Fyrir sund, fyrir skóla, fyrir íþróttir. Bara gerir allt sem aðrir krakkar gera.